Þá var það liður 7. Fyrirspurnir frá álista. Getum við tekið örstutt fundarhlé? Það verður örstutt. Sjálfsagt, maður líst vel á það. Fundarhlé er 1. Þá er fundi framhaldið og við vorum komin í 7. lið, fyrirspurnir frá álista. 7.1. Kynningamál sveitarfélagsins. Yngvi Karl, gjör svo vel. Já, það er náttúrulega mikilvægt fyrir sveitarfélag að kynna sig og að íbúar sveitarfélagsins geti fylgst vel með og hérna það er gert á ýmsa vegu. Það er heimasíða, það er Facebookarsíða, upptökur af fundum sveitarstjórnar, fréttabréf hefur verið gefið út og annað slíkt og spurningin er til dæmis með fréttabréfið. Kemur slíkt út núna, er væntanlegt fréttabréf fyrir jólin og ef svo væri er fyrirhuguð einhver ritstjórn varðandi það blað og eru hver sér heimasíðugerðina eða heimasíðu uppfærslur og Facebook og eins tímarammi varðandi sveitarstjórnarfundina. Er einhver rammi á því, tímarammi? Já, ég held að. Það hústir ekki reyndar. Vídeóupptökum. Já, ég tek bara undir það að kynningamál eru mjög mikilvæg og staðan á því er þannig að við erum með þessa ágætu heimasíðu okkar sem nú er mjög vönduð í upphafi og staðist tímans tönn í rauninni því að alltaf þarf nú að vera uppfæra þetta og við tókum upp á því, þetta var sem sé hvað ég var að segja, það vil nú koma svona svolítið þreyta í svona heimasíðustundum og það verður minnum fréttir og svona köflum en við erum öll að vilja gera að bæta okkur í því og það er bara mjög mikilvægt og það er fyrsta skrefið að komi eitthvað á heimasíðuna eins og það helsta sem er að gerast okkar heimavelli og við höfum sem sé hvað ég var að segja við erum í rauninni 3 á skrifstofunni sem getum sem sé hlaðið inn efni og getum gert það bara sjálf hjálpust að við það bara og skiptust á og þannig að fréttir á heimasíðunni eru og uppfærsla á heimasíðunni á ýmsum bara upplýsingur sem þar eru það er bara, við erum bara að hamast í því að uppfæra það eins og hægt er varðandi stærri breytingar á heimasíðunni þá hefur nú beðið með það bara þá að setja, það kostar alltaf peninga og eitthvað sko en allavega það sem við ráðum við sjálf að því reynum við að halda vel lifandi varðandi Facebook síðan hins vegar þá hefur hún ekki verið nógu virk og við þurfum endilega að koma því í betra horf og það er nauðsynlegt að skrifstofan sé líka sko þar með beintengingu í rauninni sé að komin gögnum og slíku og fleiri en það er fyrst og fremst heimasíðan sem við höfum tekið svona alveg dálítið föstum tökum að koma framfæri fréttum. En síðan er bara með kynningamál almennt að þá tel ég að það sé einsýnt að við þurfum að leggja meiri kraft í það og skoða það í tengslum við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Hvernig við getum fengið meiri kraft í það. Það er hægt að byggja náttúrulega á okkur sjálfum svona upp að vissu marki en þegar við fara í svona stærra átaka þá þarf við þetta bara þá
eyrnamerkja tíma hjá einhverjum í það alveg og það mjög mikilvægt. Varðandi fréttabréf, það verður gefið, ég sé eitt fréttabréf á pappír sem það var nú mikil umræða þetta ekki fyrir löngu síðan hvernig þetta ætti að vera og hvað þetta mætti kosta og svo framvegis. Ég tel rétt að endurskoða það, svona fréttabréfa útgáfu á pappír vegna þess að hún kostar auðvitað helling og fólk notar netið ótrúlega mikið orðið í stað þess að lesa pappír. Við erum auðvitað með þessa miðla hérna á Suðurlandi sem koma á pappír, við erum með búkollun okkar hér og við erum með sunnlensku blöðin, það er að segja dagskrána á sunnlenska sem hafa hert sig í því að koma með fréttir hérna austan, finnst mér. Og mér sýnist meðans lykillinn að því sé að vera með fréttir á heimasíðunni, því að þær eru teknar upp og þær berast lengra. En fréttabréf til svona innan sveitar fréttabréf, það finnst mér einsýnt að það þurfa að vera á rafrænu formi og mögulega pappír líka. En mér finnst við að skoða þetta í tengslum við fjárhagsáætlun og heildar endurskoðun á þessum bara málaflokki. Þannig varðandi fréttabréf fyrir jólin, það er hérna ekkert verið ákveðið í því í sjálfu sér, það er ekkert það hefur ekki verið fylgt neinni útgáfustefnu eða fjölda fréttabréf eða neitt hingað til, en ég tel bara mjög góða tímapunkt til að svona endurskoða þetta og ég legg til að við gerum það. Síðan varðandi upptökurnar þú átt við þessar upptökur hérna, hvað þær lifa lengi og slíkt, við höfum ekki tekið það neitt upp. Þú áttir kannski ekki við það, þú áttir við hérna, hvenær það birtust, hversu fljótt það birtust. Já, við höfum verið, við höfum ekkert breytt því frá því sem verið hefur. Þannig að þær hafa bara birst í þeim svona takti sem allan ég þekki frá því að ég fór að kynnast þessari starfsemi hérna. Þannig að það er óbreytt ennþá, en það er auðvitað til endurskoðunar líka, hvernig við gerum það. Ég tel reyndar að ég má bæta við með þínu leyfi, oddviti, þessar löngu ræðu mína, að hérna, ég tel að það sé mjög mikilvægt sem að við eigum að geta náð út úr einmitt þessari að klára innleiðingu á VONS-kerfinu. Þar erum við búin að fá í rauninni tæki sem við getum bætt þar inn sem að nær í gögn beint úr VON-kerfinu til þess að birta allir með fundagerðir. Þar sem að í fundagerðunum eru líka linkar, svo ég sletti nú, í bakgögnin. Og þetta erum við komið með núna og erum bara bæðið að æfa okkur á þessu og síðan líka að bara hlaða inn gögnum hreinlega. Þess að fundagerðir hafa ju ekki verið vistaðar í VON-kerfinu nema bara fyrir skipulagsnefndina fram til þessa. Og þetta virkar mjög vel og þetta eru nokkuð sveitafélög sem eru komið með þetta og þarna held ég að við getum bætt okkur mjög mikið í upplýsingaflæði hvað var það sveitastjórnina sjálfa. En bara almennt kynningamál, við þurfum að standa okkur betur, að kynna sveitafélagið út á við og eins og láta okkar fólk vita hvað er að gerast. Þannig að ekki meira í bili þetta. Takk fyrir þetta. Margrét Harpa, gerðu svo vel. Ein spurning að kom ekki fram, hver sér að uppfæra til dæmis stöðu á Facebook síðu, hver er það sem hefur aðganginn, það hefur aldrei komið fram. Og svo líka eitt varandi viðbrotadagatali, mér finnst vanta svolítið að það sé ekki settir fundartíma sveitarstjórnar og hreppsráðs og viðbrotadagatali sé nýtt betur til þess að auglýsa til dæmis fundir sem var í gærkvöld og svona. Og þetta sé sett svolítið fram í tíman, því þetta er náttúrulega fundartími þessa fundar í dag, hann er svo sem inn á, það er ekkert inn á nóvemberdagatalinu. Það þarf svolítið að vera í föstum skorðum þannig að þetta virki og sé notað. En já, og hver sér Tek undir þetta bara, en eins og framkom í ágúst áðan að þá eru þau 3 á skrifstofunni sem eru að baukast í þessu og hérna. Já, eitthvað meira en þetta, Ágúst? Já, bara þetta sko, bara heyr, bara stöndum okkur betur í þessu. Já, en hver sér uppfærslu? Þeir sem, sko, Rangárþing ytra, Facebook síðan, hún hefur náttúrulega verið eiginlega bara stopp, sko.
þannig að það hefur verið þá bara fyrir minn atbeina sem að eitthvað hefur verið sett þar inn sérstaklega, það er mjög lítið farið þar inn ennþá en við ætlum að beintengja hana betur og þannig að þetta virki nú allt saman betur en það er bara á mín ábyrgð sem að hefur farið þar inn. Já, þú ert einn með aðgang að henni að uppfæra, einn sem stjórnandi ég er bara svona spá hvernig Já, ég ber ábyrgð á því, það er engin annar sem að ber ábyrgð á því heldur en ég því miður allt og lítið og eiginlega ekkert þannig að það þarf að bæta úr því. Sveitarstjórinn fer með ritstjóra ábyrgðina og ritstjóra valdið á Facebookinni. Það er skriflegt svar við þessu kynningarmál sveitarfélagsins eru í skoðun í sveitarfélaginu eins og fram hefur komið hjá Ágústi og verða rædd í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar næsta árs og ég heldur séum öll sammála það að við getum hert okkur, getum bætt okkur og það verður þetta ánægjulegt að við myndum bara sameinast það að reyna að finna leiðir til þess. Svandís, gjörðu svo vel. Sigdís, mér langar bara til að spyrja hver er tímaramminn á þessum myndböndum? Sérstætt frá því að fundi líkur og þangað til að það sett en eitthvað tímarammi eða? Ágúst, gjörðu svo vel. Tímaramminn er einfaldlega eins fljótt og hægt er. Já, það er ekkert innan einhverja daga? Það hefur ekki verið þannig. Ekki neinn föst regla nema bara leið og hægt að koma inn. Og það þarf að klippa þetta aðeins til og taka út langar eyður og svona þannig að sé hægt að birta þetta hreinlega á vefnum. En það hefur bara, reglan hefur verið eins fljótt og auðið er. Já, því nú hefur það tekið mér sviplega langan tíma sko, alveg upp undir, viku eða meira jafnvel. Það er engin, engin önnur ástæða fyrir því heldur en það er ekki viljandi gert eða neitt slíkt öðruvísi heldur en það hefur þó ekki bara unnist tími til að klára að ganga frá upptökunni eins og vinnulagið er núna en það þarf auðvitað bara að skoða það. Og í því samhengi má læra margt bara á öðrum sveitarfélögum hvernig þau hafa gert þessa hluti og við höfum verið að skoða það. Takk fyrir. Takk. Þá lítum við þannig á að umræðu lið 7.1 sé lokið og þá er liður 7.2 staða á innleiðingu One System. Takk fyrir. Það ánægilegt að heyra í ræðu Ágústar á hana að þetta sé á leiðin og sé að koma og ég hef kynst þessu svolítið í kringum skipulagsnefndum og bara mjög gott. Er einhver tímasetning á því hvenær ég sé á mínu heimasvæði að það eru fleiri nefndir þarna komnar með linka en það er ekkert á bakvið það og hvenær myndum við fá kynningu og þá fulla nýtingu á One System. Það er eitthvað komið nánar það. Ágúst, gjörðu svo vel. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Eins fljótt og auðið er. Það er bara einfallega þannig. Við höfum að passa okkur að gera þetta þannig að við halda gæðum á þessu. Það þarf eins og þú réttilega segir meðan það þarf að kenna fólk á þetta. En við erum að vinna í þessu bara alveg á fullu og erum nýkomið með þessa viðbót sem ég nefndi hérna áður fundagerðirnar. Það er eitthvað sem við þurfum í rauninni að kaupa inn í þetta og það sé ekki mjög dýrt en þá samt kostar aðeins peninga og er smá möndl hjá þeim sem að eiga þetta kerfi eða leigja okkur þetta kerfi en það gengur samt bara vel sko þannig að ég á von á því að þetta verði innan tíðar. Ég get ekki gefið nákvæman dag. Takk fyrir það. Það er hér bókað svar við þessum lið að innleiðing kerfisins er vel á veg komin. Þetta er allt í góðum gír eins og fram hefur komið. Þá lítum við svo á að umræðum þennan lið sé lokið og förum í 7.3
Listaverk í eigu sveitafélagsins og stofnana þess. Ingu Karl, fylgja þess eftir? Já, bara sem sagt okkur langar til þess að fá að vita hvað væri til af listaverkum í eigu sveitafélagsins og hvort að það væri hægt að fá einhvern starfsmann til þess að safna þessu saman og gera það opinbert fyrir sveitarstjórnum hvað sveitafélagi á af listaverkum og hvar þau verður staðsett og slíkt. Takk fyrir það. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, mér vitanlega ekki til aðgengilegt yfirlit þetta, en við vindum okkur bara í málið og finnum út úr því og leitum eftir því við stjórnendur stofnana okkar að bara senda okkur yfirlitu það sem til og uppfærum þá slíkt yfirlit. Menn hafa auðvitað einhverja hugmyndir hvað er til, en það er ekki til ekki, hvað ég var að segja, ekki á einu stað allavega. Þannig að það er bara gott mál. Yngvi? Já, gætu við þá bara bókað þannig að forstöðumönnum stofnana sé falið að taka saman í samvinnu við skrifstofu sveitafélagsins? Sveitarstjórn? Sveitarstjóra. Já, ég tek undir það. Ég held að sé vont að sveitarstjórn feli einstökum starfsmönnum verkefnisins. Það er hlutverk sveitarstjóra að gera það. Við felum sveitarstjóra og hann fær auðvitað starfsmennina í lið með sér að gera þetta. Er ekki bara eðlilegt að fela sveitarstjóra bara að gera þessa skrá? Ég held að sé bara nauðsynlegt eigana. Við eigum mikið af bara verðmætum og mikils verðum málverkum að minnsta kosti og sjálfsagt eitthvað meira. Og ég held að sé bara vel til fundið að safna þessu í skrá þannig að þessu sé til haga haldið. Og ég vil nú bara ganga svo langt að segja að við eigum að eiga mynd af hverjum hlut og þetta eigi bara að vera aðgengilegt á heimasíðu sveitafélagsins. Þannig að ef að síðan eitthvað vantar á þetta þá muni starfsmenn og íbúar geta bent okkur á það að fylla í göttin ef að einhver verða og þetta er bara mikilsvert að halda utan eigum sveitafélagsins eins vel og við getum og þetta er gert í sambandi við ársreikning hvað varðandi tækjabúnað sveitafélagsins húseignir og þar að leiðandi og það má segja að þarna sé brotalöm eða gati í þessu þó að þetta liggi allt saman fyrir í sjálfu sér hefur allt verið gefið eða keypt með formlegum hætti en það bara er sjálfsagt og eðlilegt mál að halda yfir þetta yfirlit og að þetta fari ekki milli mála. Bara góð ábending. Þá er bókað við þetta ekki er vitað aðgengilegt yfirlit listmuni sveitarfélagsins. Sveitarstjóra falið að sjá til þess að slíkt yfirlit sé verði tekið saman. Er þið ekki sátt við þetta? Því stórt S í sveitarfélaginu, taka það var lítið eða ekki? Já, þetta er nú svolítið stórt sveitarfélag. Startið líka hörðin. Það er sjálfsögðu en rétt skal vera rétt. Heyrðu, þá skoðast þetta samþykkt samhljóða.